Góðan daginn, ég Hilmar Karl Vigfússon og ég var að gera fullt af viðtölum með fullt af fólki frá þessum skóla. Ég var að spyrja þeim hvað þeim fannst fjölbreytileika á Íslandi og félagslífið í skólanum. Við fengum mjög mörg áhugaverð svör og við vonum að þið njótið. Takk fyrir mig. Góðan daginn, Góðan daginn, hvað heitir þú? ég heiti Alexander Óðinn. Ég heiti Sigurður Davíðsson. Ég heiti Egill. Ég heiti Sössi. Eljas. Eygló. Karína. Ég heiti Alex. Guðrún Birgitta Kjartansdóttir. Alexandra. Adam. Ég heiti Valur. Siggi. Hvernig finnst þér félagslífið í MBA? Það er alveg ágætt sko, en það er vantilega alveg hægt að bæta það sko. Hvernig finnst þér að það er hægt að bæta félagslífið? Ertu með einhvern skoðun á það? Bara, ég veit ekki, bara meiri kurteisi. Félagslífið í MBA er bara búið að vera mjög gott núna síðustu ár sko, búið að taka bara mikinn kipp með fjölgun nemanda og með svona breytti samsetningu nemanda líka. Mér finnst félagslífið bara að vera fínt sko, ég held það. Allir með sin einn hópa og eitthvað. Já. Finnst þér eitthvað leið til að bæta félagslífið í MBA? Nei, held ekki. Finnst Mér finnst það bara að vera fínt. ykkur hugmynd hvernig geta bætt það? Fleiri leiki. Mér Mér finnst það að vera fínt. Bara gott sko. Eitthvað leið sem þið geti hugsað til að bæta félagslífið í MBA eða? Nei, ég finn ekki neitt. Það færi tíma. Mér finnst það fínt, mér finnst það mjög svona áhugavert af því það er alveg, það koma fram viðburðir og það er passa að halda upp á það og það sé viðburðir þannig að sé félagslíf og svo leis. Mér finnst það bara mjög gott eða þú veist, út af það er mjög mikið félagslíf hérna, þú veist, það er allir svona saman, það er allir, þú veist, það er enginn út undan, þannig að mér finnst það bara frábært. Er ykkur leið sem þið geti hugsað til að bæta félagslífið í MBA? Örugglega aðalega bæta bara við viðburðum þannig að hafa það meira svona kannski þannig að það þurfi allir að vera saman. Já. Mér finnst það bara virkilega fínt. Finnst þér verið ykkur leið sem við getum bætt félagslífið í MBA? Já, það væri bara fólk að mæta sko. Difficult. Super difficult. Do you feel like there's anything the school could do to make it better? Maybe more activities. Nice. And now we're going to go into some what might be considered like harder questions or like more difficult. So if you don't want to answer anything, you just say that and it's completely okay. Do you feel like people who are considered different, that would be queer people or immigrants, find it easier or harder in Icelandic society to just be a person? Is it easier or harder? It's harder. Ég meina 100% erfara sko, það er vantilega alltaf að vera eitthvað komment á þig sko. Þetta er bara, þú veist þetta, fuck þér og... Flott svar. Ég myndi halda að hafa það erfiðara, fyrst að þau þurfa að læra tungumálið og ef við erum að tala um innflytjendur og þannig. Og það er kannski ekki treata þau alveg eins og flesta. Þannig að það kannski getur verið erfiðara. Ég myndi segja að þú veist, það er náttúrulega alltaf erfiðara fyrir þau af því þau eru alltaf að fara að upplega eins og séu út undan eða eins og að það sé fordómar á gagnvart þeim af því það er alltaf einhvers staðar í heiminum þannig en mér finnst samt eins og það er þú veist, það er gert eitthvað beint tekið samt öðru sem mótið þeim hér. Já, þau reyndar hafa mjög erfitt líf vegna þess að það eru mjög margir sem hafa mótið svona fólki og þeim líður alltaf mjög illa og vilja bara vera þú veist læst inn í herbergi. Taka kannski ekki mikið þátt í félagslífinu hjá okkur eða svoleiðis. Ég þyrfti að segja nei við þessu. Það er ekki svara? Jú, ég ætla að svara og ég myndi segja fólk að erlendum uppruna eða bara innflytjendur, flóttamenn og fólk að hinsegingerinni ef ekki eða auðveldara en við Íslendingar sko. Já, ég held einmitt líka sé erfiðara fyrir hinsegin og innflytjendur að... Ok. Næsta spurning. Líður ykkur eins og þau þurfa að bæta stuðning fyrir þessu öðruvísi fólki? Þú veist það eru hommar, eða finnst ykkur eins og þessu nógu mikið stuðning
og ef það finnst ykkur ekki nóg, hvað gæti eftir að bæta því? Sko, mér finnst það vera nógu mikill stuðningur. Þetta bara einfaldlega minni hópar sem myndu ekki vera samanlega þessum gildum sem við erum að setja okkur hér og bara og þeir mega hafa sína skoðanir og þeir að skemma fyrir öðru en mér finnst að við séum alveg að styðja þau nógu mikið sko, þeir sem gera. Mér finnst bara að mætti bæta stuðning við alla en því þessi að bæta stuðning við einn hóp vekur upp tilfinningar hjá öðrum hóp að það væri þá en af hverju fá þau alla peningun okkar svona svo það búið að vera koma fram ef þú horfir á fréttinar eða eitthvað að það fólk að berjast fyrir Ísland fyrst, allt hitt seinna. Það finnst mér að ætti að bara virkilega reyna að eyða því þetta eiginlega bara falsfréttir. Já. Mér finnst rosa mikill stuðningur en mér finnst líka mjög mikið hatur. Ég veit ekki alveg hvað hægt að bæta en mér finnst allavega að vera hægt að minnka haturinn. Já. Það náttúrulega alltaf hægt að bæta stuðning, alveg sama hvað það er alltaf hægt. Þannig, já, ég myndi segja að það væri alveg hægt að bæta stuðning þótt að sé að kannski reyna að fá þau til þess að sjálf vilja koma þótt að þetta ekki beint svona kannski eins og það sé engin stuðningur en eitt þannig en þau geta líka ekki beint kannski fengið þann stuðning sem þau þurfa og þótt að sé ekki nema að séu kannski fleiri bara sem svona aðilar sem að geta tekið að sér að hjálpa þeim að koma sér sjálfum fram og svo leiðist til þess að hjálpa þeim að vilja fá betri og meiri stuðning og íta undir það. Já, þú veist, þeim vantar alveg meiri stuðning út af það mjög margir að hrædda að koma út úr skápnum. Til dæmis, út af því að það mjög margir að móti svona hlutum og svona fólki og þeim ætti að líða vel, öllum ætti að líða bara vel, hvernig þau eru, hvernig þau vilja vera. Þannig að vanta meiri stuðning í svona samfélag. Það mjög margir sem eru bara með mikla fordóma gegn svona hluti. Eru akkurat ástæðan af hverju þau vilja ekki koma út eða svoleiðis. Only like in social plan, maybe only like with language because everyone from like immigrant really need like help with language stuff because like Icelandic is really hard. Trust me, I know. Ég meina þú veist, þeir þurfa bara þú veist, vinna fyrir sínu málefni sko. Já. Og ég meina, ég þarf að vinna fyrir matnum mínum. Ég held að fólk gæti komið betra fram láta þau líða kannski meira velkomin og Eru þeim einhvern persónulega reynslu frá hinsegin fólki hér fyrir innflytjendur? Eru þeim einhverja vini, er búin einhverja átök á milli ykkur eða bara svona eitthvað sögulegt sem hefur gerst? Já, ég var skallaður innflytjenda á menningarnótt. Gaman. Eins og þegar það var skallað þegar, myndir þú segja að það breytti skoðun á innflytjenda? Nei, þetta náttúrulega bara ein manneskja. Já. Ég á bæði vini og fullt af nefnendur sem eru bæði innflytjendur og hinsegin fólk og bara alls konar og þetta bara eins og allir aðrir, þetta allt saman einstaklingar sem breytir engu hvernig í sjálfu sér. Hefur þessi vinir og allt sem þú þekkir breytt skoðanir á þessari hópa fólki? Nei, í rauninni ekki, því að ég lít ekki á þetta sem eitthvað öðru í þessu fólk, þetta bara fólk, þannig að ég hef aldrei spáði það þau breyti neinu fyrir mig vegna þess að þetta bara einstaklingur sem bara við hliðina mér og hann bara eins og allir aðrir sko. Nei, þú veist, mamma mín rosa mikið að þú veist, hún elskar hinsegin fólk, eða þú veist, hún ekki hinsegin en hún veist hún svona styður það mjög. Já, hún ól með upp þannig. Þú veist ekki með neina hinsegin vini en flindringa vini eða neitt þannig? Nei, en þú veist, ég styð þau. Já, ok. Þannig þú myndir ekki segja að neitt sem hefur farið gert á milli þér og ykkur hinsegin eða flindringa myndir hafa breytt skoðaninn á hópstæra? Nei, ég bara Já, alveg fjölskyldumeðlimar í fjölskylduminni til dæmis eru þess vegna eins og bara lesbíur, homar, alls konar þannig
en þau eru samt sko, þau eru mjög stolt af því, þannig þau eru ekki beint svona, þau hjálpa mér alveg að, þú veist, sjá að þau eru ekkert öðruvísi, þau eru alveg eins og allir aðrir, þótt svo að þeim kannski líkar ekki við nákvæmlega sömu hluti aðrir, eins og venjulega fólki innan gæsalappa. Þannig ég hef alveg reynslur á þetta og eins og í skólum þá eru mjög oft verið að taka við svona eins og innflytjendum og flótta, þú veist, bara svona alls konar þannig fólki og það mjög gott líka bara að geta séð að það verið að taka á móti þeim. Já, ég hef líka reyndar mjög mikla reynslu. Ég á 2 vinkonur sem eru reyndar tvíkynhneigðar, þær eru bara mjög stoltar. Síðan á ég alveg nokkra vini sem eru innflytjendur, síðan sjálfur foreldrarnir mínir eru innflytjendur. Þannig að ég hef mjög mikla reynslu á þessu, en alla sem ég þekki eru mjög stoltir af því sem þeir eru. Og það bara, mér finnst það bara mjög gott og mér finnst það allir ætti að bara vera þannig. Já. Næsta spurning var hvernig hefur það haft áhrif á skoðanir þið, svo það sjálf. Síðasta spurningin þá. Finnst ykkur að Ísland hafi orðið fyrir ykkur neikvæða breytingum á síðasta liðnum árum? Sko, sumir stjórnarflokkar til dæmis eru búin að taka það að sér tökum, ef ég man rétt þá held ég að þessi miðflokkurinn vill banna innflytjendum. Það alveg, maður verður alltaf að sjá báðar hliðar á skoðunum hjá fólki. Jú, það getur verið að sé kannski bara svona hafa áhrif á sjónarhorn fólks þegar að svona stór partur af landinu kannski að hugsa svona og þá færa fleiri til að hugsa þannig. Þannig ég myndi segja að þetta kannski alveg neikvætt gerast núna en það ekki það sem ekki hægt að breyta eða laga eða neitt þannig. Já, mér finnst það bara eina vonda sem búið að gerast aldrei bara miðflokkurinn. Já. Hann svona, ég sko ekki með, þú veist, ég ekki sammála þeim. Þú veist, það alveg sumir hlutir sem ég, þú veist, skil alveg en ég samt ekki sammála, þannig að mér finnst það alveg vera svolítið neikvætt. Þetta gefur bara svona vonda fyrirmynd fyrir bæði landið og til þess að vera vond fyrirmynd fyrir fólk sem kannski mjög léttilega bara skiptir skoðun út af því að þau kannski rannsaka ekki máli sjálf og sjá ekki hvort rétt og hvað rangt. Já. Út af innflytjendum þá? Bara öllu? Bara öllum, finnst þér þess að Ísland að vera betur að verði? Sko, mér líður kannski eins og fólk sé að verða meira accepted heldur en við voru. Já. Þá ég að tala transfólk og homar og það. En ég held að sé að vera að taka innflytjendur verra inn, fattar þau? Ég skil. Kannski. Since you came probably here. Worst. Yeah. Because it came like a lot of Arabian maybe immigrants, and I don't know why, but they're not like that good. Yeah. But you can find good everywhere. So. Ekkert sem ég get hugsað, sko. Ég rosa lítið í þessu, sko, en já, ég rosa lítið í þessu dóti, en Já, maður verður var við svona, hvað segir maður, neikvæðri umræðu. Ég hef svo sem ekki orðið var við hana sjálfur í sjálfu sér heldur verður maður var við hann í fjölmiðlum að þeir sem að eru hins einn eða flóttamenn eða eitthvað, þeir verði varari við neikvæði umræðu og jafnvel aðkasti, en ég hef ekki séð það sjálfur, en það ekki góð þróun sem að það þarf að grípa þar inn í. Ekkert sem ég get hugsað, sko, þannig sé. Ég myndi segja nei, bara einfallega út frá því að mér finnst það meira að vera fjölmiðla ef einhver frá erlendum uppruna skildi fremja glæp heldur en Íslending. Já, allavega. Takk fyrir það, strákar. Takk svo leiðis. Yes. Daginn aftur, Hilman hérna. Þið eru nú búin að sjá og horfa á viðtölum sem við erum búin að gera við fólki. Við vonum að þið fannst það var áhugavert og mér fannst það, og þetta verkefni var mjög skemmtilegt að vinna á. Vonandi verður þetta skemmtilegt næsta ári. Takk fyrir mig.